Góðan daginn, nú þetta komið að Já, stað. góðan daginn. Við vorum byrjað hérna á þann, svo bara, þetta farið að stað. Herri, ertu að sjá hvað rautt og svona Grænt það vel grænlátt saman. Já, Já, þetta er gott bara kombo. gott. Já. Ég kom í litin og kjóli minn. Sko, Hann er sann svo flottur þessi kjól, ég kefti hann í fanu. og ég veit það. Hann er geggjör, hann er gott í honum líka. Já, viskosíunum. Já, svo er hann svo skinni, nú er hann allir laus og flúlú. Já, en það er eitthvað samt, sko. Já, það er eitthvað sem fýlar ekki. Já, en þá er þetta bara litina kjóli. Já, sést ekki neitt á þessu. Nei, ég get sett endalisa bletti í þetta og það verður bara allt í góði. Ég var komin rættir þess að þér voru rauði framan, þetta er ekki að því að bara hann ekki er. Ég er ógæslega bara þreytt þess vegna ég er svona með mikla bæga, en annars erum við góðar eða ekki? Jú. Ég heiti Sveina, Alltaf, Íris. Gallingangi, skál, í ketilkaffi. Hvað segið annars? Við hefum ekkert verið hérna síðan rétt fyrir prjónagleðina. Já. Ó, shit, það var svo gaman. Það var svo Rosalega gaman. Og eins og síðasta sem við gerðum á hótelinu var að panta fyrir næsta ár. Þannig að Við verðum þarna. við verðum þarna, sko. Já. Alltaf með stærri og Svo stærri datt bás. okkur datt nefnilega í hug, nú vitum við hvað vantar. Já, Já. já. Þetta fer allt hérna. Já. Og svo flettum við í þessu þegar nær dreifur. Gleymum aldrei neinu. Nei. Herðu, ef ekki bara byrja þáttinn á svona hefðbundnu? Jú, sko, ég er alveg klár. Það er bara komið til síns heima og er bara verið að nota það. Ég veit það, þú ert búin að vera svolítið góð í því að vera að prjóna á aðra. Já. Ég er ekki eins góð í því. Nei. Sko, það er náttúrulega, er ekki allir búin að sjá þessa peysu þannig að... Afmælispeysuna, sýnum hann á eftir. Já. Og nýja litin sem kom. Já, Við verðum að gera það. ég kláraði Já, bleika jakkapeysu á dóttur mína. hún er svo falleg. Hún er úr Peruvian Highland og silki móhair frá Litin fyrir Litlu Bróli. Og ég gerði hann í hring og opnaði hann og svona eins og Silla kendi mér. Já. Og hann er svo fín og maður er svo fljótur að þessu. Við erum svo miklu nú okkur þykir við vera svo mikið, við erum svo pró eftir að Silla kendi okkur. Þá eru við okkur Og pró í við þessu. segjum alltaf að fólk, þetta er ekkert mál. Og fólk bara, nei þetta er eins og með allt sem maður kann og veit hvernig maður á að gera. Já. En þetta er svo auðvelt með þessari aðferð. Já. Það er bara, Sko, ég er miklu fljótar að segja frá því sem ég er að gera, því að það er bara í ruglinu. byrja þú. Já, ok. Ég er með skrilljónverkefni í gangi. Ég er að gera eitthvað sem ég er ógeðslega spennt Ó, fyrir. það er svo flott. En ég er búin að gera það einu svona og rækti allt upp. Já. Þannig ég skipti liti. Ég var með einhverja geggjæsla skæra liti sem eru geggjaðir, en það var of mikið. Ég er að gera rjómablíðu eftir hana Eddu. Það er ekkert að þessu. Ég ætla aðeins að fá að færa Sko, þetta er afgangapeysa en þetta er allt gatt sem er til hérna. Svona Já. bara, segja ykkur það. Svona alveg geggjuð. Whoop. Þessi græni gerir svo mikið Ég veit það. Og ég var eitthvað að hugsa, já, ég hafa hérna niðri líka. Nei. Bara smá. Ógeðslega gaman að prjóna. Svo er ég, Við erum í svolítið eddililju já, það er svolítið, ég er að gera líka kusk sem þú ert búin með. já. Og ástæðan fyrir hún gengur svona illa hjá mér, hún er prjónað 3,5. Nei, jú, 3,5 eða 4. Og þetta eru svo fínir prjónar og mér verkar svo í hendurinn fyrir að prjóna það. Já, ég held ég þurfi bara að klára hana fyrir þig. Ég held það líka. En hvað ertu með á prjónunum? Herðu, ég er með þetta á prjónunum, svo er ég með ég er ennþá með Írisarpeysuna sem þú ert búin með. Já. Og svo er ég með bólinn hennar Sunnumaríu. Já. Þú Þú varst að prjóna hana, ekki? Jú, en hann er komin út. Það er allt gott. Það er allt gott. Já. En hann er komin hingað? Ó, Já. Hann verður rosa flottur. alveg verið búinn. Þetta er alltaf komið. Og hvað er með mér? Já, heyrðu. Og svo er ég með kjól sem ég er að fara að rekja upp af því að ég þarf að gera minni. Og nú er komið að þér. Þú ert líka með hennar kjól. Já, ok. Svolítið búin með? Þá bara, sko, ástæðan fyrir ég er ekki búin að ganga frá endunum, ég er búin að þvo hann, að ég var að spá í hvort ég ætti að gera hann síðari. Og ég þarf bara að klæða mig í hann á eftir. Já. Með þér. Já. Komin samt ekki báður í hann í einu, sko. Nei. Og spá í hvort hann eigi að vera síðari. Það er svo flottur. Og mér finnst svo skemmtilegt það sem þú gerðir, í staðinn fyrir sko að auka út, þá bara 4,5, 6. Svo fór ég í 5,5, 5,5. svo fór ég í 6,
svo fór ég í 7 Já. og svo fór ég í 8 Til þess prjónastærð. að hann myndi víkka niður. Já, I love it. þá verður hann svona Love it. Þetta væri enda líka flott pils. algjörlega. Já. Þá fyrir maður bara í peysu utan yfir, þá er eins Þá og er maður þetta í pils. pils. Já, sko, og líka ein ástæðan fyrir því að ég vildi þvo og athuga hvort að þetta væri nóg sít og ég held þetta sé næg sít, Já. er að ég var búin með 3 svona og þá hefði ég þurft að opna alveg fjórðu. Já. Bara fyrir, þú veist, smá. Bara fyrir, þú veist, einhverja 10 cm. Þannig að en það sem ég er að gera þetta er ekki reyndar alveg dokkan, er að við erum að halda saman lang fiesta sem er ótrúlega skemmtilegt garð og við erum með Pride. Þannig að þetta er svona ekta svona sumar. Og þetta er líka svolítið, það verður svona þungt. Þetta verður svolítið þungt, sko. Þetta er mjög skemmtilegt. Elska þetta. Mjög fallegt. Og þetta skeljamunstur, það er náttúrulega bara svo sjúklega gaman að prjóna þetta. Það eru bara 4 umferðir í endurtekningu. Já. Og eins og alltaf þegar ég er að prjóna svona munstur, þá setti ég prjónamerki á milli hverja einustu endurtekninga. Það ruglast maður ekki. Vegna þess, ef maður ruglast, að þá er það bara í síðustu 18 lykkjónum en ekki Það er maður ekki að bakka og leita. Já. Þannig ég er búin með þetta og ég man ekki hvort að hún var klárað verkefni síðast. Já, má alveg sína hann aftur. Já. Ekkert að þessu. Þetta er kusk eftir Eddu Lilju og ég gerði mína þannig að það myndi duga ein handlituð og af fingering og ein handlituð af silkimóheri. Ég er enda með ító silkimóheri í þessu. Það er mjög vel út. Og viltu kannski ná í eitt kit? Já. Af því að við erum, Já. já, af því að við erum alveg með kit í hérna. Þannig að þetta er kit í stutterma, en af því að ég er frekar stutt til búksins, þá er mín svolítið stutt og þá náði ég að gera ermarnar svona 3/4, en eins og við segjum, þetta er í stutterma. Er það þess vegna sem þú ert fljótar að öllu, af því að það er styttra hingað upp? Já, þú ert töluvert herri heldur en ég. Herði, það er búið að lita hérna, kit. Þessi sami litur á móhörnum Já. og fingringarninu en mismöndi áferð. Ó, Fullkomið í þetta. já. Kannski myndum við þetta eftir og hendum inn á netið og gera það. Já, finnst það góð hugmynd. Við höfum ekkert haft tíma í neitt svoleiðis. En nú eru komið starfsfólk. Já, við erum náttúrulega í lok maí, þá byrjuðu hjá okkur 2 skvísur, eða það er Instagramið okkar, þá kynnum við stelpurnar okkar þar og svo var hún Snædís okkar að koma frá Frakklandi. Yey! Velkomin aftur Snædís mín. Hún er aðeins, sko. Já, hún er að laga til í hillunum. Hún er að passa upp á okkur. Þetta er líka klár, var þetta ekki klár síðast? Jú, en veistu það má alveg sína þetta aftur að þetta kemur skemmtilega óvart Já. og þetta er ótrúlega mjúkt. Já. 40% íslensku lopi og 60% merinóil. Já. Og það voru að koma nýjir litir. Þetta er svo skemmtileg saga. Já. Sveina var send Til til New Bandaríkjanna. York, til Bandaríkjanna með fulla ferðartösku af íslenskri ull. Töskur. Töskur, já. Þetta, Já. hvað var það, 50 kíló? Eitthvað svoleiðis. Svoleiðis. Og svo var það spunnið þar. Síðan var það lita og komið hingað. Þetta eru nýju litirnir hérna. Og þetta er reyndið líka geggjaður Það er hérna. styrlaður. Og þetta er allt komið á netið. Valkyrje.net. Það eru 250 metrar á hespinni. Þetta er rosa drjúgt og Já. þetta er ekta í, þú veist, vesti og eitthvað svona. Bara alls konar. Já, bara allt, Peysur og bara já. Nei, og sjá þetta. Þú getur líka sett í vasa heima þar. Já. Þessu blóm bara. Já. En vestið mitt þetta heitir Detroit Slipover og hún heitir Sara Ottesen og þetta er fríuskrift á rafli. Ó, Já. mér finnst þetta geggjað svo flott yfir kjóla. Love it. Styrlaðir Hvað kjóla. fór mikið í þitt? 2,5. 2,5. Já. There you go. Sko, við vorum búin að segja við einhverja að 2 myndi sennilega duga. Það dugar alveg í minnstu stærðina, kannski 1-2 Já. af vestinu. Og þú vilt hafa þetta þröngt. En sko, já, ég lengdi mitt Ah, örlítið, þú Já. veist, bara einhverja 3 ef ég skildi fá þetta lána. Það var bara út af því Já, sem ég lengdi það.
Ég er búin með fleira. Er þessi konur út? Sko þessir voru í júni sokkaklúbnum með Eddu Lilju. Nei, sko þetta er svo fallegt, þetta litakombo er eitthvað annað. Þetta eru sem sagt grallarasokkar og grallarar er í... Snædís, viltu opna fyrir Fríðu? Já, grallarar er í höfuðið á mér. Ég var beðin að lýsa einhver orð sem að lýsa Sveinu og þetta var eitt af þessum orðum og Ég lýsti mig sjálf og ég sagði óreiða. Ég er alls ekki sammála, hún er með allt á hreinu. Já. Er Snædís að stríðin? En þeir áttu að heita Sveinusokkar en þar sem ég er með sokka á netinu sem heita Sveinusokkar, það er ekki hægt. En það er sem sagt tvíbanda sveinuhæll í þessum sokkum. Þetta er svo fallegt. Og þetta er það sem ég notaði í pröfuprófinu í þessa. Ég notaði handlita sokkagarn frá okkur sem við handlitum sem heitir Díamósi og svo er ég með arvettu. Arvettu, já. Soft orange. Og ég með eitt annað klár. Já! Ekki hvað. Það er bara eins og ég hef ekki verið að gera raskat. Ok, ég málaði heim hjá mér. Já. Já. Það er þessi geggjaði bólur hérna. Hann heitir Tuul Tea. T-U-U-L-T. Og er á Ravelry. Og þetta er casual knitwears eitthvað. Eitthvað svo leiðis. Já. Þið sjáu það inn á heimasíðinu, nei á Instagraminu mínu, þá sjáu þið þetta. Og hann er geggjaður. Og það sem ég notaði með væjagatinu, sjáu þið heilóið í þetta er væjanu. geggjað. Að jakið sem gefur svona heiló. Og svo er hitt eins og vatnsdrópar. En þetta er sem sagt komið aftur. Þannig bara go for it. Pínu litla paljettur, hvað var ekki 690 eða 500? Fórst með 2 í bólinn, eða byrjaður á 3. Langar að segja það að hann byrjaður á 3. Hvað mikið á þessu? Það eru 375. 75, nei ég fór bara 2. 2, geggjað. Manstu, ég var búin að ákveða að ég ætlaði að bara gera síðustu umferðirnar án þess að hafa paljettur. Já, alveg rétt. Til þess að þurfi ekki að opna 3. Ég skil. En svo bara döði þetta. Þannig að hann er geggjaður. Og þetta er líka svona saumargarn. Já. Bómull, silki og smá jak. Er það ekki? Er það ekki það sem er í þessu? Jú. Held það. Ok, þetta er það sem ég er búin með. Ok. Viltu veit hvað ég er með prjónunum? Já. Ég kom ekki með allt. Nei. En það er eitt sem ég glemdi sem ég þykir leiðilegt að hafa glemt. En það er það sem ég er að pröfuprjóna fyrir Lindu okkar. Já, En ég er svo Guð, hún er svo falleg og það er skemmtilega við það. Linda gengur ekki oft í sín megin fötum, en þessari er hún í. Hún er samt yfirleitt í sínum eigin fötum. Nei, menna sem hún er hann. Hún er alltaf í fötum á manninu. Ég held að þetta hafa eitthvað að gera með hvað hún heitfeng og eitthvað svona. Já, reyndar. Við þurfum að bara senda hann í sumaprjónið, sko. Já. Allt sumagarnið. En ég er sem sagt að pröfuprjóna fyrir hana peysuna Esju og ég er mjög spennt fyrir henni. Og ég er að nota, surprise, surprise, No Waste Wool og Kashmir frá Knitting for Olive af því að þetta var svo geggjaði grænu peysunni. Já, þú átt allt gott skilið. Fyrir utan það, að ég er að nota það aftur. Svo er ég að prjóna, ég er með annað pröfuprjón. Já, guð mig góður, þetta er svo fallegt. Og Katrín dóttir mín sendi mér mynd af peysu og sagði, mér langar alveg í svona peysu. Og ég fór að skoðaði uppskriftina. Og þá Vildi svo til. það var verið að auglýsa eftir pröfuprjónurum. Og frúin hendi sér á það. Já. Þetta, ef hún sína garnið núna. Já. Fyrstu upp með það. Þetta er einhver ung, norsk stelpa. Þetta er ull og móher og prjónað á 5, er það ekki? Uppskriftin gefin upp á 7 Já. og ég náði prjónfestinu á 5,5. 5,5, ok. Af því þetta gat prjónast alltaf laust. Já, og við erum með þetta er frá Onion og þetta er náttúrulega bara Það er geggjað. ótrúlega og ábáslega gaman að prjóna úr þessu. Ég reyndar að prjóna peysu, gleymir frá Sveinu, en það er ekki upp að gera minni. Sjáu þið. Geggjaði lítil. Þetta kom rétt eftir prjónuglíðina. Við ætluðum eitthvað, þú veist, Já, varum eitthvað æs svo okkur. bara andarólega. Sko, það er 150 metrar á þessu, þannig að þetta er ansi drjúgt. Þetta er rosa drjúgt með að þú getur prjónað þetta á sko Á 5. 5 og Já. bara hvað sem er í rauninni. Þetta er sjúklega fallegt. Og í svona er í svona svolítið laust prjónaða Og þetta peysur. er sjúklega fallegt í 7 líka.
Ok, fleira sem ég er með á prjónunum. Ég var náttúrulega að fella af kjólnum og svo er ég að pröfuprjóna fyrir Lindu og pröfuprjóna þessa peysu. Já. Svo fengum við náttúrulega æði þegar við sáum Eddulilju í lúpinunni í göngutúrum einu mótni. Já. Þetta startaði bara lúpinu æði. Já. Þannig að ég er að prjóna. Ég er búin að kaupa uppskriftina. Já, þannig að ég byrjuð Já. á lúpinu peysunum minni. Og hún, Edda, hún ákvaði að gera hrabbi, held ég, í þessu garni. Ég sest með þennan lúpinulit og ég setti Titicaca með litur sem heitir lúpín. Nei, séu hvað þið fínt við nefnilegið þitt. Æjæj, ég þarf að reyta að laga þetta. Já. Það er ekki svona út. Nei. Nei. Þannig að 2 pröfuprjón og þessi peysa er það sem ég er með á aktiv á prjónunum. Ég er ekki með mikið. Nei. Mér finnst þetta bara til fyrirmyndar. Mér líka. Þú veist, ég er með eitthvað meira sem ég er aðeins búin að fylla upp á, en það gerir ekki til. Ok, þetta er það sem við erum að gera. Gaman að því. En ég pínu spældi að vera ekki með Lindu-peysuna, en ég sýna hana bara næst. Já. Mögulega verðum bara búin En nákvæmlega, það verður líka svolítið gaman. Já, en hún er alveg gegn. Herðu. Fleira nýtt í búðinni? Já, það er hör. Krealína. Og hefur ekki séð, hún er að gera úr þessu, hún petit knit, svona töskur. Töskur. En svo er þetta líka bara ógeðslega flott í svona tanktop og t-shirt og eitthvað sliðis. Sko, það er nefnilega ein uppskrift hérna sem ég er búin að kaupa. Stóru myndina. Mér finnst hún svo geggjuð. Og þá ertu með, það er ekki hægt að stakka hana. Jú. Já, en býttu samt. Þetta er svona. Stundu hverfur hún. Já, nei. Ok. Það er með 2 liti, en í einum kafla, þú ert sko með garn 2-falt. Og í sumum kaflanum ertu þá með sikkert litin. Til þess að búa til, já. Já, 3. liti. Þetta er geggjað. Hún geggjuð þessi. Þannig að mér langar að nota krealínu í þetta. Hvað lit ætlar þú að taka? Það eru einhverjum svona muskulegir hérna. Já, svona græn eitthvað. Sem ég geti alveg hugsað mér að nota, sko. Eitthvað, já. Fleira nýtt í búðinni. Nú erum náttúrulega bara alltaf með tilbúin kit í fríðupeysuna og við höfum ekki undan að setja það. Og þetta er eins og peysan sem að Sveina prjónaði. Með 8 litum. Já, með 8 litum sem eru Holst Supersoft og þá var hún öll svona létt. Rosa létt. Að prjóna Holst Supersoft á 4 er bara geggjað. Það verður svo létt og fínt. Heyrðu, ég ætla aðeins að minna á eitt af því mér finnst þetta svo skemmtilegt. Ég veit ekki hvort að fólk viti almennilega af þessu. Það er þetta hérna. Já. Þetta garn hérna. Þetta er hægt að gera líkamsskrubb eða borðskrubb, svona vaskaskrubb. Já. Og það eru til hvað margir litir? Virkilega 10. Já. Og þetta er ótrúlega skemmtilegt heklað að prjóna. Já. Svo reyndar, eða þú veist harkjarna, gætir alveg sett þetta í vendur á einhverja flík. Algjörlega. Þetta er svolítið skemmtilegt svoleiðis. Já. Og svo er fullt af möguleikum, sko, varðandi, þú veist, ef þú veist að gera Dreamcatcher. Já. Eða þú vilt setja þetta utan kúlur, jólakúlur. Jólakúlur. Eitthvað svona. Ég sé þetta utan ljós líka, prjónaði utan ljós, alveg sturla flott. Lyfta þessu upp þar sem að mamma þín gerði hérna. Já. Hérna. Þetta er svona heklað með seríu inni. En svo er þetta hægt að gera svona. Já, og setja seríu inni. Algjörlega. Þetta er náttúrulega bara stífað eins og og gert með dúkana hérna áður fyrr. Fleira nýtt í búðinni er að við erum konar með útsauminn frá henni frá alvara.is. Við erum nokkra típur. Þetta er það sem hefur fengist í Þjóðminjasafninu. Við næltum okkur í þetta leið við náðum í búðaborðið. Já, þegar við Íris fórum skruppum einn daginn á Selfoss. Skruppum í Kaupstað. Og ekki nóg með það að við skruppum á Selfoss, heldur komum við á Akranes í leiðinni. Já, það styrst maður að gera það. Ef þið vitið ekki þá er ótrúlega skemmtileg svona antikbúð upp á Akranesi. Hvað heitir hún aftur? Antik og retro munir eða eitthvað svona sem minnir mig. Ótrúlega skemmtileg hjón sem að reka þetta. Þau fara reglulega til Danmerkur og kaupa inn, þannig að þetta er alveg svona
fullt af svona skrýtnu og skemmtilegu Já, mjög gaman. og hérna ofboðslega mikið af fallegu leirtauði Já, þarna líka. já. Og svo svona skrýtni litli hlutir og svo alveg húsgögn líka og hillur og... Já, alls konar. Mhm. Leikfeng, gömul Já. leikfeng. En hún var náttúrulega svo frábær að hún opnaði bara fyrir okkur. Já, það átti ekki að vera opið. Það er yfirleitt En bara opið koma valkyrjurnar, þannig að það var það drýmur. Já. Og sjálfsögði keyptum við eitthvað smá af henni. Og svo drifum við okkur á Selfoss. Það er valkyrjur. Já. Amy var að láta prenta nýja bóli með nýjum myndum. Já. Það seldu svo vel í fyrra og töskunar, reyndar ekki með töskur en Nei. með bóli. Og það er svolítið skemmtilega retro og flott. Þannig. Og svo er þessi hérna típa. Hér. Og það skemmtilega við það er, hún er búin að gera svona, það er aftan á, svona eins og, Eins og hún væri að túra. já, eins og var að túra á tónleikum eða þannig. Svo er smá leikur. Þeir sem finna villurnar, þeir eru rosa klárir. Ok, bye. Amy, hún var sko svo í raskati að láta gera þetta fyrir sig og þeir voru eitthvað tregir þarna, mögulega kannski vegna þess að þeir voru að setja upp texta ekki á sínum tungumáli. Já, Þannig að endan bara gafst hún Ræfilst, upp og bara lét þetta fara svona. Já. En hérna, en þetta er bara krúllett. þetta er bara krúllegt. Eitthvað fleira nýtt í búðinu? Herri, erum við ekki... Já! Sveina! Sko, Sveina handlitaði léttlopa og hún Silla okkar, Léttlöpinn handlitaði er á netinu. já, hún fekk nokkrar hespur og þetta beauty hérna og saumaði. Þannig að við erum með nokkra svona handofnar, Já. meiri sem hægt að nota sem púða verið maður vill. Hún nefnilega eins og ég keypti sér vefstól í Fanu. Það Síðasta ári. allir crazy í Fanu. Já. Nei, ekki Fanu. Nei. Fanna Já. byrjar á F. Já. Sjáu þetta. En þetta er bara það sem er eftir. Já, það er bara 4 eftir. Já. Yes. Það er náttúrulega bara að seljast eins og vindurinn. Já. Þetta er algjört beauty. En það eru dýrar. Já. Svo stærstu er á 19.900. Mér finnst það samt ekki dýrt. Og, Nei, alls ekki. og hérna, þessi minnsta hún er á 15.900. Já. En þetta er bara mikil, allir sem hafa hérna ofið vita að mikil vinna við þetta. Þetta er æði. Það er hrikalega flott. Og já, annars erum við bara, Við erum rosalega góðar, en við Já. þurfum að ræða eins eitt hlut. já. Sko, þú Við- ert náttúrulega ekki á Facebook. Nei, en ég fekk skilabóð frá Sveinu. Já. Af því að það er hópur sem heitir Handóði prjónarar. Ég kalla hann stundum villingaholt. En, allt er góð með það. Þar var verið að segja að við keyptum gafl frá Temu. Að selja henni búðinni. Já, og að selja þetta í búðinni. Nei, sko, það var Það bara myndum við aldrei gera. aldrei. Ég hef Bara svo það aldrei sé á pantað frá Temu og ég mun aldrei panta frá Temu. Nei. Bara aldrei. Nei. Og ég myndi ekki prjóna úr garni frá Temu. Nei. Þeir sem gera það eru bara algjörlega á sína ábyrgð og við erum ekki að dæma það. Nei. Bara alls Fólk ekki. gerir bara það sem það vill. En ekki segja að við sem að gera eitthvað sem við erum ekki að gera Nei. án þess að spurja. Það er Svolítið nefnilega atriði. svona síður sem er að selja hluti svona hrikalega ódýra. Það er eitthvað feik við það. Þú veist, varan getur ekki verið svona ódýr. Nei. Þetta bara vitum við sem vinnum við að búa til Já, hluti. og það er einhver sem fær ekki greitt fyrir vinnuna sína. Já. Það er ekki farið eftir öryggisráðstöfunum og ýmislegt svoleiðis. Þannig að með því erum við að hjálpa til við að hlutinni séu ekki rétt gerðir. Já. Því miður. En hún þessi kona setti inn link af þessu garni frá okkur, frá Lang og setti svo mynd af garni sem er með algjörlega stæla lúkkið á þessari dokku inn á Temu nema það var ekki frá Lang heldur Tang, þú veist, þannig að bara No. einmitt. Já. En sko Lang er rótgróið svissneskt fyrirtæki og mér er bara ömurlegt fyrir þá að lenda í þessu en mér finnst líka ömurlegt fyrir þessa konu Já. að hafa lent, eða þú veist, látið blekkjast Já. því að Og- þetta er til þess gert til að blekkja. Já, og nú ætlum ég að segja eitt í viðbót sem mér finnst rosalega mikilvægt af því að við viljum að allir geti prjónað og ég veit að fyrir sumum virðist þetta vera dýrt og fólk á mismikinn pening en það þarf ekki þrefaldan móher
Það Nei. þarf ekki allt þetta fancy. Nei. Það er til gæðagagn í fullorðins flík hérna á 6.000 krónur. Þetta kostar 9.520 og þetta er í fríðu peysununnar Eddulilju. Þetta gildir fyrir alla stærðir Já. og það er bæði handlitað og ekki handlitað í þessu. Þannig að hérna, Þannig að það er alveg option. Talið frekar við okkur. Já. Við getum hjálpað og ef að þið hafa einhverja vangaveltur varðandi svona hvaðan hlutir eru fengnir, bara tala við okkur. já, Ekkert mál. það er eins og ein vinkona mín heyrði í mér og hún spyr mér svona frekar svona hvaðan eru þið að kaupa prjónamerkin ykkar? Og ég náttúrulega fór bara að telja upp hvaðan við værum að kaupa þetta og hún bara, já, ok. Þá var haldið fram við hana að við værum að kaupa frá Temu Já. og selja svo hérna í búðinni. Sko, við gerum eiginlega mest af því að kaupa annarkvort frá heildsölum eða smásölum. Já. Sem að við erum með hana finnsku Já. hérna, og hérna voru reynda með Firefly, erum með smá af því og hérna Coco Knits, já, og svo Lantern and Moon. En svo erum við að kaupa frá heildsölunum okkar í Evrópu. Svona hérna, þetta er svona til skartgripagerðar sem er hægt að nota síðan fyrir prjónamerki og annað og við erum að kaupa svoleiðis Já. og gera sjálf. Af því við höfum nógan tíma. Nei, stelpunna fór með þetta daginn, hendi sér þetta, það er náttúrulega dásamlega. Já, Þannig aðeins að, Það föndurstend hjá hérna dúlunum okkar. já, Þannig að þú veist, en hérna talið frekar við okkur heldur en að hérna, og ef þið sjáið svona vörur á Temu sem þið haldið að sé verið að selja á íslensku vefsíðum, ég hugsa svona 90% tilvika sé það ekki rétt. já. Vegna þess að þeir stunda það að, þú veist, það er verið að herma viljandi eftir öðrum vörum. Þú veist, þeir eru raunin að stela. Já. Þannig að við viljum ekki taka þátt í því. Og ég skil alveg okkur fólk vil kaupa þarna. Það er presenterað, shop like a millionaire og allt þetta. Já. En veistu að þú getur líka bara alveg gert það hérna heima. Já. Það er alveg hægt að passa upp á alla. Já. Það er allt gott. En allavega hana, við vildum bara segja þetta frá okkar frá okkar dyrum. En sem betur fyrr þú veist, það voru rosalega margir sem tóku upp hanskan fyrir okkur hérna og bentu bara á að Já. þetta gat væri ekki það sama, en það sem ég fannst samt leiðilegast að svo sem sett inn póstinn var búin að sjá það að þetta var ekki það sama, en hún tók hann samt ekki út. Já, kannski, þú veist, maður veit ekkert hvað fólk er í gangi. Nei, nei, nei. Kannski bara líður viðkomandi illa yfir því Já, eða já, eitthvað já. og þú veist, maður verður Já, að vera góður. góður. Já, maður verður góð fólk. Já. Þannig að nú erum við búin að blása á þessu, en þarna við stundum okkar á verslunarhætti ekki svona. Við reynum að finna uppi svona smásala, einyrkja og styðja við það og við erum líka með til sölu frá íslenskum einyrkjum, Já. Sambesilla. Þannig að hérna, já, ef þið eru í vafa með eitthvað sem þið sjáuð hjá okkur, spyrjið bara. Bara spyrja áður en það er sett út. Já, það er svo gott. Takk og amen. Já, takk og amen. Allavega hana. Já. Það er bara... Við erum bara áfram velkomin til okkar. Við erum svo glaða með hvað við fáum mikið af innlendum túristum til okkar í sumar. Já. Og það er engin dagur hérna sem er lokað í sumar. Nei, heyrðu, við erum opið á sunnudum. Það er opið á sunnundum. Milli 11 og 3 Já. Og hérna stelpunnar okkar verða hérna. Tækla helgarnar. Mhm. Við erum að fá að vera sérstaklega Íris, aðeins lausari við í sumar. Ég reyni að koma og lita einu sinni í viku. Ég næði ekki alltaf. Ég ætlaði til dæmis að koma í gær. En þá sagði henni að það væri mánudagur, þannig að þú lita bara á þriðjudögum. Já, ég veit það. Ég var eitthvað, Nei, þú veist, af því ég er að fara til útlanda, ætlaði ég að reyna að lita 2 daga í þessari viku. En ég þarf bara að sníða mig stakk eftir vexti. Já. Þeir vita sem vita. Hvernig ert þú að fara að hitta í útlandum? Ég ætla að hitta Steven. Við Amy erum að fara. Við ætlum að fljúga með beinafluginu hérna til Amsterdam. Fara að skreppa fyrst aðeins til Englands. Ákvað hérna svona handverkssýningu sem hún sá. Já. Og 2 nætur í London. Við ætlum að sjálfsögðu að kíkja í hérna Loop. Og svo ætlum við að enda ferðina í Amsterdam og hitta Steven. Þú komst því í gegn. Já. Það verður ekki ekki. Þannig að, og skoða nýju búðina, síðan búin að koma nokkur sinnum í sko það sem þau voru áður. Nú eru þau flutt, þannig að það verður gaman.
Herðu, hvernig í gangi, ég ætla að ljúka á rosalega fallegum nótum. Já. Hvernig í gangi var að, eignast barn? Hildur Dorothea, hún eignast lítinn strák. Og hann er svo Hann er svo dásamlegur. dásamlegur og sætur. Hún ætlaði að bjóða okkur í heimsókn hann var annað á föstudaginn eða laugardaginn. Nei, það var á föstudaginn. Og þá var ég nýbúin að vera með Móu litlu. Já. Og hún var svo kvefuð Já. að ég vildi það ekki. Þannig að við tökum enga sénsa með gatn í gangi barnin. Móa gatn í gangi barn er 10 mánaða og alveg að fara að labba. Þannig að við fylgjumst vel með börnunum okkar. Já. En heyrðu, við erum búin að blæra í hálftíma. Já, geggjað. Þá getum við hægt að tala bara lengi. Já, og nú getum við bara gert ekki neitt. Já, nei, heyrðu, þetta var gaman. Takk Sjáumst. fyrir okkur. Bye. Bye.